Komið sæl, ég býð ykkur velkomin á fund nr. 203 í sveitarstjórn Dalabyggðar og ég býð ykkur velkomin hingað í stjórnsýsluhúsið í Búðardal. Hér höfum við ekki verið saman komin síðan í ágúst síðastliðnum og þetta er fyrsti staðfundurinn á nýju ári. En áður en við göngum til auglýstrar dagskrár þá eru hér 3 mál sem þarf að bæta á dagskrá. Það er þarna mál nr. 19.11.006, það er fulltrúaráð Bakkahvamms HSES sem verður dagskráliður 9. Það er fundargerð þarna stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimili Silfurtúns sem verður dagskráliður 14. Og svo er það fundarboð og aðalfund Lánasjóðs sveitarfélaga sem verður dagskráliður 29. Þeir sem geta samþykkt að taka þessi mál á dagskrá gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er fyrsti liður á dagskrá, það er sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. Ég ætla að hafa hérna smá inngang að þessu máli, en það eru hérna í fundargögnunum í dag í raun og veru niðurstöður úr vinnu sem hófst með samþykkt sveitarstjórnar 5. mars í fyrra þegar það var skipaður starfshópur til að vinna að valkostagreiningu fyrir sameiningarmál. Og í þessum starfshópi átti ég sæti og Skúli formaður byggðarráðs og Kristján sveitarstjóri og Jóhanna María verkefnisstjóri vann síðan með hópnum. Hópurinn hann átti í apríl í fyrra óformlega svona fundi með annars vegar bæjarstjórn Stykkishólms og sveitarstjórn Húnaþings vestra og eins enn alltaf á Dalabyggð í talsverðu samstarfi við Reykhólahrepp og Strandabyggð og Árneshrepp og Kaldrananeshrepp. Og ég ásamt sveitarstjóra funduðum með fulltrúum þeirra sveitarfélaga á Hólmavík 18. febrúar síðastliðinn og á þeim fundi voru líka fulltrúar frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. En við sóttum styrk til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga og sá styrkur, eða vilyrði fyrir þeim styrk fékkst í júní og í framhaldinu að leita tilboða hjá nokkrum aðilum til að vinna valkostagreiningu fyrir Dalabyggð. Og við fengum tilboð frá 3 aðilum en við gengum til samninga við RR Ráðgjöf þessa vinnu og var fyrsta vinnustofan í þeirri vinnu með sveitarstjórn og formönnum fastanefnda ásamt lykil starfsfólki Dalabyggðar haldinn 24. ágúst síðastliðinn. Og svo er búið að halda allmarga funda, verkefnishópurinn hefur fundað reglulega og það hafa verið reglulega til kynningar hér í sveitarstjórn minnisblöð stöðu verkefnisins sem hafa verið birtar með fundargerðum. Og í raun og veru allar niðurstöður vinnunnar þær liggja fyrir í gögnum þessa fundar hér og verða þá birtar með fundargerð fundarins. En 28. janúar síðastliðinn þá var íbúakynning valkostagreininguna sem var í raun og veru blanda af fjár- og staðfundi. Það voru hér hluti af sveitarstjórn var hér í salnum og svo fylgdust aðrir með í streymi og gátu sent spurningar og það voru milli 60 og 70 aðilar sem fylgdust með þeirri kynningu. Í þeirri kynningu þar voru kynntir 6 mismunandi sameininga valkostir og þar var farið yfir raun og veru greiningu Dalabyggðar fyrir hvern og einn valkost og eins var í raun og veru greining á hverjum valkosti á fjárhagsupplýsingum hvers valkosts og sem byggði þau raun og veru ársreikningum þeirra sveitarfélaga sem voru í hverjum einn valkosti fyrir síðustu ár. Í þessum 6 valkostum sem var stillt upp voru í raun og veru 12 sveitarfélög. Það var Árneshreppur, Borgarbyggð, Dalabyggð, Ey- og Miklaholtshreppur, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Húnaþing vestra, Kaldrananeshreppur, Reykhólahreppur, Skorradalshreppur, Strandabyggð og Stykkishólmsbær. Mismunandi samsetning á þessum sveitarfélögum í þessum 6 valkostum. Síðasta vinnustofa með sveitarstjórnarmönnum og lykilstarfsfólki var síðan 18. febrúar síðastliðinn og starfshópurinn hann fundaði 4. mars síðastliðinn og það var síðasti fundur sem við áttum með Róberti hjá RR Ráðgjöf. Og á þeim fundi þá ræddum við hver ætti að vera áherslaatriði Dalabyggðar ef verður farið í sameiningarviðræður. Og verkefnishópurinn hann leggur til að áherslur Dalabyggðar í sameiningarviðræðum verði á að innviðir í Dalabyggð standi jafnir innviðum í þeim sveitarfélögum sem mögulega sameinast. Í því felst að grunnþjónusta, svo sem fræðsluþjónusta, aðstaða til íþróttaiðkunar, sérfræðiþjónusta í skóla, fólk með fötlun og aðra hópa verði bætt en ekki takmörkuð. Í Dalabyggð verði starfsstöð stjórnsýslu,
Áhrif og aðkoma heimafólks að nærþjónustuverkefnum og stefnumótun verður tryggð. Í samskipti við ríki og Alþingi verður gerð krafa fjárhagslegan og faglegan stuðning við markvissa sóknaráætlun í nýsköpun og uppbyggingu atvinnulífs fyrir hið sameinaða sveitarfélag. Auk þess að samgöngur innan nýs sveitarfélags verði greiðar, svo sem með nýjum vegi Skógarströnd, úrbótum og veginum Laxárdalsheiði. Tillaga verkefnishópsins síðan þessi, verkefnishópur leggur í raun og veru til hérna við sveitarstjórn í dag að annars vegar að sveitarstjórn Húnaþings vestra og hins vegar að sveitarstjórnum Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar verði boðið til fundar til að ræða hvort hefja skuli viðræður mögulega sameiningu við Dalabyggð. Leiði þeir fundir í ljós að vilji sé til sameiningaviðræður verði tekin afstaða til þess hvort hafnar verði formlegar eða óformlegar sameiningaviðræður og þá verði í raun og ákveðin tímarammi fyrir þær viðræður og óskað eftir framlagi úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga til að styðja við verkefnið. Og orðið laust þessa tillögu. Það kveður sér engin ljós. En þá bara ber ég upp þessa tillögu að sem verkefnishópur leggur fram að Dalabyggð bjóði annars vegar sveitarstjórn Húnaþings vestra og hins vegar sveitarstjórnum Stykkishólmsbæjar og Helgafellssveitar til fundar til að ræða hvort hefja skuli viðræður mögulega sameiningu við Dalabyggð, þess sem eru samþykki því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 2. Það er viðhald á slökkvibílum. Þetta kemur frá fundi byggðarráðs 25. febrúar síðastliðinn og á fund byggðarráðs mætti slökkviliðsstjóri og þar var ákveðið að ráðast ekki í viðhald á 3. bíl slökkviliðsins og hann verði tekinn úr umferð því það er talið fullnægjandi að vera með 2 slökkviliðsbíla og það er lagt til við sveitarstjórn að bílinn verði seldur. Einhvers vilja ræða þetta mál? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er bara hér tillaga að einn slökkviliðsbíl, eða þess að 3. bíll slökkviliðsins verði seldur, þeir sem samþykki því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Síðan er dagskrárliður 3, það er íbúðarhúsið Skuld í Sörbæ. Þetta var tekið fyrir á fundi byggðarráðs 25. febrúar síðastliðinn. Og byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að húsið verði selt en fasteignamat hússins er 15.650.000 og sveitarstjóra verði falið að láta verða með degnina. Einhverju vilja ræða þetta mál? Kristján, gjörðu svo vel. Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég hef verið í viðræðum við fasteignasala sem ég fékk til þess að meta eignina og verðmat, hans niðurstaða og verðmat liggur frammi á fundinum en verður ekki birt með fundargerð á svo stöddu en það er hins vegar tillaga hans að ásett verð á húsið verði á 15,8 milljónir króna. Þar segja að það verði það verð sem að verði, ef það verði niðurstaðan að selja eignina, hún verði auglýst þá verði það sem að verði auglýst. En ég vildi bara koma því að. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs. Þá bara hér tillagan að íbúðarhúsið Skuld verði selt. Þau sem eru samþykki því að húsið verði selt á sölu gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Næst dagskrárliður 4, það er umsögn frumvarp til laga stjórnskipunarlög og kosningaaldur. Þetta kemur frá fundi byggðarráðs. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að í umsögn verði lagst gegn breytingum á kosningaaldri úr 18 árum í 16 ár. Það byggir á því að eðlilegt sé að sami aldur eigi við kjörgengi og kosningaaldur. Einnig að rétt sé að kosningaaldur sé svo sami og sjálfræðis- og fjárræðisaldur. Hins vegar verði mælt með að kosningaaldur gildi að kosningarétt og kjörgengi með almanaksárið sem einstaklingur nær 18 ára aldri. Einhverju sem vilja ræða þetta mál?
Kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir því að þessi umsögn verði send inn fyrir hönd Dalabyggðar gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 5, það er umhverfis- og skipulagsnefnd eða erindisbréf. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 5. mars síðastliðinn og það lágu fyrir drög að erindisbréfi og að tillögu nefndarinnar þá bætist við 7. kafla svo setning sem segir að sama á við ef að ræða fyrirtæki eða félög sem fulltrúi tengist. Ég ætla allavega sjálfur hérna að segja allavega mína skoðun á þessu. Ég teldi ekki þörf á því að bæta þessar setningu við erindisbréfið, einfaldlega vegna þess að umhverfis- og skipulagsnefnd heyrir náttúrulega undir sveitarfélagið og þar af leiðandi undir sveitarstjórnarlögin og stjórnsýslulög. Og ég held að hæfisreglur þeirra tveggja laga taki á þessu atriði en það er sjálfsögðu örugglega skaðlaust að þessi setning síðan í erindisbréfinu. Ég ætla bara að koma þessu sjónarmið mín á framfæri. En orðið er laust þetta mál. Það kveður sér engin hljóðs, þá bara hér tillaga að staðfesta erindisbréf umhverfis- og skipulagsnefndar, þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er dagskrárliður 6, það er ný lóð í Sælingsdal og þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 5. mars síðastliðinn. Þetta var fyrst til umfjöllunar á fundi í desember og það óskað hefur verið eftir stofnun íbúðalóðar úr ríkisjörðinni í Sælingsdal. Umhverfis- og skipulagsnefnd frestar erindin og felur skipulagsfulltrúa að kanna hvort fara þurfi í deiliskipulagsvinnu vegna stofnun lóðarinnar. En Ríkiseignir óska eftir stofnun íbúðalóðar sem fær nafnið Sælingsdalur 2 úr ríkisjörðinni Sælingsdalur. Að ræða 10.856 fermetra lóð stofnuð undir íbúðarhús á jörðinni. Ræktað land uppruna jarðarinnar Sælingsdals, landnúmer 137-739, minnkar sem nemur stærð nýju lóðarinnar. Ekki þörf á deiliskipulagi fyrir svæðið í tengslum við erindið og gerir skipulagsnefnd því ekki athugasemd við áform við landskipti. Nefndin samþykkir erindið. Orðið er laust þessa tillögu. Það biður mikið orðið, þá er hér bara tillaga að staðfesta fyrirhuguð landskiptið að stofnun nýrra lóðar í Sælingsdal, þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 7, það er deiliskipulag vegna íþróttamannvirkja við Dalabúð og Auðarskóla. En það liggur fyrir tillaga að deiliskipulagi fyrir Auðarskóla og íþróttamiðstöðvar í Búðardal. Í upphafi skipulagsferlisins var fallið frá gerð skipulagslýsingar, samanber lið 5.2.2 í annarri grein skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 þar sem allar meginforsendur deiliskipulagsins lágu fyrir aðalskipulagi Dalabyggðu, samanber fund sveitarstjórnar 10. desember. Sveitarstjórn samþykkti að auglýsa tillöguna. Hún var kynnt umsagnaraðilum samkvæmt skipulagsreglugerð og var auglýst frá 7. janúar til 18. febrúar í Skessuhorni og Morgunblaðinu. Skipulagsgögnin voru til sýnis á skrifstofu og heimasíðu Dalabyggðar. Kynningarfundur var haldinn 26. janúar og bárust umsagnir og athugasemdir frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands, Minjastofnun og Vegagerðinni. Ekki voru gerðar athugasemdir í umsögnum frá Vegagerðinni og Heilbrigðiseftirliti Vesturlands og krefjast þær því ekki viðbragðar. Minjastofnun gerir auk þess ekki athugasemdir í umsögn stofnunarinnar en Minjavörður Vesturlands skoðaði svæðið á vettvangi þann 28. janúar og er umfjöllun þess efnis bætt við kafla 2.2 í greinargerð deiliskipulagsins. Nefndin leggur til við sveitarstjórn að skipulagsfulltrúa verði falið að senda Skipulagsstofnun deiliskipulagi til yfirferðar og auglýsingar gildistöku þess birt í B-deild Stjórnartíðinda. Einhvers vilja ræða þetta mál nánar? Það biður mikið orðið. Þá er þeir sem samþykkir því að skipulagsfulltrúa verði falið að senda deiliskipulagi til Skipulagsstofnunar til yfirferðar og auglýsingar. Þeir sem samþykkir því gefi merki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 8.
Það er sveitarstjórnarfundur unga fólksins. Þetta er mál sem kom inn, var tillaga á fundi fræðslunefndar í október síðastliðnum að halda sveitarstjórnarfund unga fólksins núna í vetur. Og það er alltaf verið að bíða færis með það samkomutakmarkanir leyfi það að halda þennan fund. Það er sjálfsagt of skammi fyrirvara að reyna að halda hann í apríl. Það er komnar svona fram, það er tillaga að halda fundin samhliða fundi sveitarstjórnar í maí, 20. maí. Það er spurning hvort það er heppileg dagsetning, hvort það sem að hindra þarna ungmenni sem að búa í dreifbýli Dalabyggðar, hvort þau geta ekki tekið þátt í þeim fundi og hvort það er heppilegur að halda fundin þá samhliða fundi sveitarstjórnar í júní, 10. júní. En það er í raun kannski full skammur fyrirværi að halda fundin núna í apríl. Það þarf að tilnefna fulltrúa og undirbúa. Það eru í raun og veru kannski 2 dagsetningar sem koma til greina. Það er annars vegar þarna samhliða fundi sveitarstjórnar í maí eða fundi sveitarstjórnar í júní. Og ef það tekst ekki á þeim tíma þá er væntanlegt að þessi fundur frestist fram á haust eftir sumarleyfi. En orðið er laust, einhverju sem vilja ræða til dagsetninguna. Skúli, gjörðu svo vel. Þetta er sveitarstjórnarmenn. Ég held að sé gáfulegur að hafa þetta í júní. Bara út af það er svo mikið að gera í sveitunum allavega í maí. Allir í sauðburði og annað og ég held að við ættum frekar að stefna á júní. Þá náum við örugglega eftir fleiri ungmenna til að mæta á fundinn. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Kristján, gjörðu svo vel. Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla reyndar ekki að ræða dagsetninguna vegna þess að það er náttúrulega bara að gera að það sé dagsetning sem að hentar best. Það er aðalmálið, ekki hvort að það er í þessi maí eða júnidagsetning. Ég held að júnidagsetning hljómi bara mjög vel. En mér langaði bara aðeins að nefna formið á svona fundi. Þessi fundur yrði settur upp þannig að ungmennin þau myndu tilnefna 7 fulltrúa á fundinn sem er sami fjöldi og situr í sveitarstjórn og fundurinn er síðan haldinn með sama fyrirkomulagi og sveitarstjórnarfundur og með sömu fundarsköpum og þess aftar eins og gilda á sveitarstjórnarfundi. Og sveitarstjórn getur líka vísa málum til þessa fundar þó að það sé þetta aðalmálið að unga fólkið ákveði sjálft hvað því finnst mikilvægt að koma á framfæri. En það að hafa fundin í júní, það gefur líka ákveðið tækifæri fyrir sveitarstjórn að það er hægt að ákveða það til dæmis á fundinum í apríl ef það eru einhver mál sem að sveitarstjórn hefur áhuga á að vísa til þessa fundar. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Þessi er engin hljóðs, þannig ég geri það hér tillögu að því að sveitarstjórnarfundur unga fólksins verði haldinn samhliða fundi sveitarstjórnar í júní, það er 10. júní næstkomandi. Við sem eru samþykkir því gefumerki. Það er samþykkt samhliða. Ég vil síðan líka bara hvetja þá alla sveitarstjórnarmenn til þess að koma með tillögur að málum ef það er eitthvað sem við viljum að yngri kynslóðin ræði á sínum sveitarstjórnarfundi. Þá er næst dagskrárliður 9, það er fulltrúaráð Bakkahvamms HSES en samkvæmt 7. grein samþykkta fyrir Bakkahvamm á Dalabyggð að tilnefna 6 fulltrúa í fulltrúaráð stofnunarinnar og tilnefningarnar skulu vera til 4 ára. Og ég geri það hérna tillögu bara að sveitarstjórn muni fela byggðaráði að tilnefna fulltrúa Dalabyggðar í fulltrúaráð. Einhverju sem vilja ræða þetta mál eða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður sem engin ljós.
Þeir sem eru samþykkir því að byggðarráð tilnefni fulltrúa Dalabyggðar í fulltrúaráð Bakkvartams gefið merki, það er samþykkt samhliða. Þess má geta að fundur fulltrúaráðs verður væntanlega hvað fjölmennasti fundur sem verður haldinn í Dalabyggð á þessu ári. Það er með fjölmennari fundum allavega, svona þangað til að öllum samkomum takmörkunum verði aflétt, því að við erum 5 úr sveitarstjórn sem erum fulltrúar í stjórn. Við megum ekki verið fulltrúaráði, þannig að það þarf að finna aðra 6 aðila og svo þurfa leigjendur líka að koma sér saman aðila til þess að vera í fulltrúaráði. En þá næst dagskrárliður 10, það er fundargerð atvinnumálanefndar Dalabyggðar. Einhver vilja ræða annars sérstaklega? Það biður enginn orðið, þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 11, það er fundargerð byggðarráðs Dalabyggðar. Einhver vilja ræða þá fundargerð? Einar? Oddviti, ágætu fundamenn. Ég nú bara lýsa yfir ánægju að vera komin á svona staðfund aftur. Þetta er nú lítið mál sem ég ætla aðeins að tala mál númer 32 í dagskránni. Það eru sem sagt fleiri mál frá Alþingi og ég viðurkenni það nú að maður kannski ekki alltaf að sökkva sér í þessi atriði sem koma þaðan og eru inn í samráðsgáttinni. En það er nú kannski líka til ákveðins gaman sem maður sér, maður svona skoðar kannski aðeins betur þegar kemur eitthvað sem varðar grunnskóla. En það er sem sagt frumvarp inni núna til laga breytingu á lögum grunnskóla með kristinfræðikennslu. Og með leyfi oddvita þá langaði mig að lesa aðeins, þetta er örstutt, í upphafi greinagerðarinnar segir að frumvarp þetta lýtur að því að auka veg kristinfræðikennslu í grunnskóla landsins eins og var fyrir gildistöku grunnskólalaga 2008. Heiti námsgreinar trúarbragðafræði verði breytt í kristinfræði. Þetta eitt og sér er kannski ekkert sérstakt mál, en svo þegar maður lesa aðeins lengra og fyrir að skoða hverjir það eru sem standa fyrir svona máli, þá verða stundum koma svona komískir hlutir frá Alþingi sem er svona mjög skemmtilegt. Það eru 11 þingmenn sem standa á bak við þetta. Það eru 10 miðaldra karlmenn og eldri og 1 kona. Og ef maður les greinargerðina áfram, þá nám á þessu sviði. Kristinfræði er mikilvægt til skilnings, umburðarlyndis og víðsýni. Nemendur verða að vera búnir undir að lifa í fjölbreyttu lýðræðislegu samfélagi og takast á við margvísleg úrlausnarefni sem þeirra bíða í breyttum heimi. Og svo þegar maður einmitt kíkir á listan á þeir sem leggja svona fram og þegar það er heill þingflokkur sem leggur þetta fram sem kannski, kannski ekki gera þetta mjög pólitískt, en það getur verið mjög gaman fyrir íbúa Dalabyggðar þegar þeir skoða svona að lesa ýmislegt sem að fólk getur haft áhrif og skilað inn í samráðsgáttina athugasemdum ef það sér eitthvað svona sem finnst skakt og skrítið. Og þetta er auðvelt að nálgast inn á netinu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Kristján? Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar að ræða hérna aðeins dagskrárlið 21 á dagskrá fundar byggðarráðs. Stýra hann aðeins frekar en þess að ég held að sé mikilvægt að það sem þar komið fram, það er sem sagt að því heitið er ekki beint lýsandi á dagskrárliðnum, frumkvæðis athugun samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytisins á samstarfssamningu sveitarfélaga. En við fengum sem sagt á síðasta ári athugasemdir við marga af þeim samningum sem að sveitarfélagið var aðili að með samstarfi við önnur sveitarfélög og niðurstaðan sem liggur eftir, það eru 2 samningar sem að út af standa og þarf að fara betur yfir og endurskoða. Það er annars vegar samningurinn við Borgarbyggð félagsþjónustu og þjónustu við fatlað fólk og þetta tvennt, og hins vegar samningur við Reykhólarhrepp, Strandabyggð, Árneshrepp og Kaldraneshrepp skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa.
og þetta í sjálfu sér allt í farvegi og þið hafið þessir drög að þessum samningum voru lögð fram á fundi byggðarráðs og mér var falið að vinna áfram að þeim. Það sem fyrst og fremst verið að breyta því að skýra að því að í samningunum þarf skýrt að koma fram hvaða sveitafélag það sem í forsvari og forystu fyrir einstaka verkefnum og það þótti ekki vera nógu skýrt í samningunum eins og þeir voru. En það eitt atriði sem hefur verið rætt til viðbótar varðandi samninginn skipulagsfulltrúa og byggingafulltrúa og það að bæta inn í þann samning skýrari viðmiðun hversu mikla kröfu hvert og eitt af samstarfssveitarfélögunum 5 á til vinnukrafta frá þessum tveimur starfsmönnum. Og byggðarráð samþykkti það að við myndum leggja áherslu á að fá það inn í breyttan samning líka, fyrst það hvað sem verið að breyta öðrum forsatriðum þar inni. Og ég vildi bara vekja athygli á þessu tvennum. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Anna Berglind. Oddviti, sveitarstjórnarmenn og aðrir íbúar Dalabyggðar. Mér langar aðeins til að fá meiri upplýsingar mál númer 25 og 30 í þessari fundargerð. Nú sé ég einungis þessa bókum byggðarráðs þar sem segir orðrétt í fundargerð byggðarráðs varðandi mál til dæmis númer 25, Fóðriðjan Ólafsdal ehf. Og ársreikningar 2019. Dalabyggð næststærsti hluthafinn í Fóðriðjunni Ólafsdal ehf. Rætt ársreikning Fóðriðjunnar Ólafsdal ehf. Vegna 2019. Byggðarráð óskar eftir fundargerð aðalfunda félagsins vegna áranna 2018 og 2019. Það sem mig langar að vita en finn enga vitneskju í neinu gögnum sem sveitarstjórnarmaður, hvenær var síðast skilað inn ársreikningi fyrir Fóðriðjuna Ólafsdal og hvenær var síðast skilað inn fundargerð aðalfunda félagsins. Hvað var það lið númer 30 sem varðar byggðasafn Dalamanna Staðarfelli? Þá hefur það ekki farið fram hjá neinum íbúa Dalabyggðar að til stendur að færa byggðasafn Dalamanna. Nú standa viðræður yfir við ríkið varðandi Staðarfell og mér finnst gæta aðeins óánægju út í samfélaginu sem maður verður var við allavega á Facebook. Ef ég tala fyrir mitt leyti þá finnst mér persónulega kannski skorta á aðeins meira upplýsingaflæði til íbúana varðandi þetta mál. En nú ég ekki að tala endilega að ég sé ósátt með þetta ferli. Ég bara að tala fyrir hönd íbúa eiginlega. Nú má kannski ekki segja allt þegar mál í samningsstigum, en bara það að vita hvað menn vilja semja kannski gott til að byrja með. Hvað eru menn tilbúnir til að ganga langt til að byggðasafn á Staðarfelli gangi upp? Ég verð að viðurkenna að ég veit þetta ekki og man ekki eftir því að við höfum ákveðið eitthvað eitt. Kannski ekkert ákveðið og bara verið að þreifa. En ég held að sé komið tími og íbúarnir fá að heyra eitthvað aðeins meira hvað við erum að reyna að semja Þannig að ef einhver gæti kannski upplýst íbúa, þá væri það bara, held ég, bara til góðs. Þannig, takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Anna. Þú fá að svara, Kristján. Já, þetta góða fundarmenn. Já, ég skal reyna að svara svona að því marki sem ég get. Varðandi mál 25 sem fóru inn í Ólafsdal þá var sem sagt, ég held ég með segja nýverið sem að ársreikningum vegna 2020 og 2019 var skilað inn. Það leið ársreikningarnir hafa svona verið að skila sér inn núna smá saman. Ég man ekki því miður og ekki með að taka til nákvæmlega hvenar þeim hefur skilað en það hefur
dregist ansi mikið að skilársreikningum og ég hef semst í framhaldi af ályktun byggðarráðs þá óskaði ég eftir að fá semst fundargerðirnar og fékk svar frá framkvæmdastjóra núna í vikunni sem að verður lagt fyrir byggðarráð næst, en þar kemur fram að það sé ekki búið að halda aðalfundi fyrir semst út árunum 2018 og 2019. Það sé stefnt að því að þeir verði haldnir núna í apríl. En það eru það kannski já, það er allavega alllangur tími síðan að hafa verið haldin fundir þarna. Nú varðandi lið 30 byggðasafn Dalamanna og Staðarfell, þar er það sem hefur gerst í því máli í fyrsta lagi voru viðræður sem voru teknar upp við fjármálaráðuneytið það hvað fjármálaráðuneytið væri, sem er sem sagt umsýslumaður eignanna eða ríkiseignir sem er undir stofnun fjármálaráðuneytisins er sem sagt umsýslumaður eignanna, hvort að það væri vilji hjá ríkinu til þess að láta sveitarfélagið fá húseignirnar á Staðarfelli undir þessa starfsemi og þá á hvaða verði það yrði. Og það kom fram á fundum að við ætluðumst til þess að þetta yrði á mjög hagstæðu verði. Fjármálaráðuneytið hefur sjálfsög verið jákvætt allan tíman og meðal annars sem lýsir fyrir því að eignirnar voru teknar úr sölu og hefur verið haldið til hliðar í sölu meðan að málið er að skýrast. En okkur var síðan vísað að hafa samband við menntamálaráðuneytið vegna þess að það væri það ráðuneyti sem hefði fjármagnið eða yfir því fjármagni að segja sem að ætti sem við þyrftum þá að fara í að gera húsin upp þannig að þau væru hæf til að hýsa byggðasafnið. Og það hefur alltaf komið fram í samtali við ríkið að sveitarfélagið þyrfti og ætlaðist til þess að fá nægilegt fjármagn til þess að það væri hægt að standsetja húsin. Og í samskiptum hefur líka komið fram að ef við fengjum ekki þetta fjármagn þá væri hæpið að þetta væri hægt. Nú, það var svo niðurstaðan til að því við höfum ekki fengið svör, við höfum ekki fengið mikil viðbrögð, þá var sent bréf til menntamálaráðuneytisins til þess að ýta á eftir þessu. Það liggur fyrir gróf kostnaðaráætlun upp á 120 milljónir pluss mínus einhverja 20 og svona ég tel nú frekar meiri líkur að það sé pluss heldur en mínus kostnaðaráætlun. Og við erum bara að kalla eftir því hvað er það sem að ríkið er tilbúið að gera, hvað getur það eða hversu mikið fjármagn getur það lagt með Staðarfelli og það er umvel ekki fyrir en þá fyrir það liggur fyrir hvort og þá hvaða sem er hægt að taka einhver skref til viðbótar að mínu mati. En þannig að það er alveg rétt, eins og hér kom fram, þetta eru þreifingar sem það sem við erum bara að finna út hvaða ramma höfum til þess að síðan sé hægt að taka ákvörðun hér á vettvangi sveitarstjórnar hvort að það sé yfir höfuð hægt að fara í þetta verkefni eða ekki. Takk fyrir þetta, Kristján. Ég get síðan bara bætt við þetta eins og varðandi fóðriðun að það er búið að standa til mjög lengi að halda fund. Ég er fulltrúi Dalabyggðar í stjórn fóðriðunar en það allavega, ég hef ekki fengið fundarboð á netfund það sem af þessu kjörtímabili sveitarstjórnar. Það stóð til fyrir ári síðan að halda fund og svo kom hér einhver bansett vera og síðan hefur eiginlega ekkert gerst. Og síðan langar mig líka bara að bæta við varðandi byggðasafnið að það er náttúrulega verið að bíða eftir þessum raun og svörum hvaða fjármagn er í boði
Og ég met stöðuna í raun og veru svolítið þannig að ef að þessi hugmynd út á Staðarfelli mun ekki ganga upp, þá þurfa menn líka bara að gera svolítið grein fyrir því hvað verður byggðasafn Dalamanna. Verður þetta safn hérna? Eða verður það ekki? Það er búið að vernda þennan kostnað sem að mundi kosta að fara með út á Staðarfell. Og það er aldrei lægri kostnaður að flytja annarkvort í Búðardal eða í eitthvað félagsheimili hérna þar sem þyrfti að byggja við. Það er bara hlutur sem íbúar þurfa líka að gera sig grein fyrir. Og þá er spurning á þetta að verða geymsluhúsnæði og maður þurfa líka bara að velta fyrir sér. Það er ekkert sjálfgefið að því hér sé byggðasafn til framtíðar. Það er bara hlutur sem maður þurfa líka að gera sig grein fyrir. En eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi fundargerð byggðarráðs? Skúli? Ég vil kannski bara aðeins nefna varðandi byggðasafnið. Ég held að við höfum alveg talað skýrt þegar við höfum verið í samningaviðræðum við þá að við þyrftum að fá mikið meiri hluta af þessum kostnaði sem er búið að reikna út að falli til. Við þurfum að fá það í styrkjum frá ríkinu til þess að þetta dæmi gangi upp. Svo að það sé bara á hreinu að það þurfi að vera mikill meiri hluta af þessum 120-40 milljónum sem við þurfum að fá til þess að geta farið í þetta verkefni. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri sem vilja taka til máls? Biður enginn orðið, þá er þess sem geta staðfest fundargerð byggðarráðs gefið merki. Hún er samþykkt. Þá er næst dagskrárliður 12, það er fundargerð menningarmálanefndar Dalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða hana? Það biður enginn orðið, þess sem geta staðfest fundargerð menningarmálanefndar gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð? Það kveður sér engin hljóðs þess sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 14, það er fundargerð stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilis Silfurtúns. Þeir sem vilja ræða hana gefið merki. Anna, gjörðu svo vel. Oddviti og aðri sveitarstjórnarmenn. Mér bara datt allt í einu í hug bara að lýsa ánægju minni yfir þessar gjafir sem að Silfurtún fékk að gjöf. Þakka bara kærlega fyrir þær. Það var ekki meira. Takk fyrir þetta, Anna. Fleiri sem vilja taka til máls? Biður enginn orðið, þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er hér næst fundargerðið til kynningar. Það er fyrst fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands. Það er fundargerð frá 10. febrúar. Einhver vil spyrja hana. Svo er ekki. Þá er fundargerð stjórnar Dalaveitna. Það eru 2 stjórnarfundir, annars vegar 25. febrúar og 8. mars. Einhverju sem vilja ræða spyrja þær. Svo er ekki. Þá er fundargerð Breiðafjarðarnefndar. Það eru fundargerðir frá 7. janúar og 13. janúar. Einhverju sem vilja ræða þær. Og dagskrárliður 18, það eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er fundargerð fundar frá 27. febrúar. Einhver sem vill ræða hana. Og dagskrárliður 19, það er fundargerð stjórnar Bakkakons HSES. Það er fundargerð stjórnar frá 4. mars. Einhver sem vill ræða hana. Það biður enginn orðið. Þá er dagskrárliður 20. Það er fundargerð Almannavarnanefndar Vesturlands. Það er fundargerð frá 2. mars síðastliðnum. Einhver vill ræða hana.
Hversu rengi hljós, þá er það dagskrárliður 21, það er endurskoðun á aðalskipulagi Dalabyggðar. En þetta er hér til kynningar og það sem sagt liggja fyrir frumdrög að uppdrætti og greinagerð. Og sem sagt vinnslu til að ná að vera tilbúin í vor og fer þá í bókynningu. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar bara að því þetta varðandi endurskoðun aðalskipulags, þetta er eitt af stærstu málum sem að hver sveitarstjórn afgreiðir á kjörtímabilinu. Það er að segja endurskoða aðalskipulagið vegna þess að þarna er verið að setja stefnu fyrir sveitarfélagið til næstu 10 til 12 ára og þannig að þess vegna er mjög mikilvægt að þetta sé alltaf opið og þetta sé rætt eins vítt og hægt er. Eins og oddviti nefndi þá liggja hér fyrir frumdrög að þessari endurskoðun. Gangi vinnulagið eftir að þá munu drög liggja fyrir núna í annarkvort fyrir aprílfundi eða fyrir maífund og þá einmitt þarf sveitarstjórn að taka þetta fyrir og síðan í framhald af því fær þetta fyrir til íbúafundar og þá er sveitarstjórnin búin að ákveðnu marki að taka afstöðu til þess sem er í stefnumótuninni en síðan koma væntanlega vonandi ábendingar í gegnum íbúasamráðið og þá fer þetta aftur til sveitarstjórnar en gangi allt eftir að þá er þetta stefnumörkun sem ætti að verða afgreidd hér í byrjun næsta árs. Þannig að mér langar bara og það var ástæðan fyrir því mér langar að koma upp að leggja mjög mikla áherslu á að þetta er eitt aðalplaggið sem og aðalmálið sem verður til umræðu á kjörtímabilinu. Takk. Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég vil bara bæta við orð Kristjáns að bara hvetja sveitarstjórn til að kynna sér þetta mál mjög vel, fara vel yfir þetta, ef það er eitthvað sem vantar í þetta, koma fram með allar þær aðrar tillögur sem ætti að vera þarna inni. Því aðalskipulagið náttúrulega er líka ákveðin stefnumörkun og það er allavega betra að það sé inn í aðalskipulagið þó að komi kannski aldrei til framkvæmda. Þannig að þetta allavega, ef við höfum einhverja klikkaða hugmynd að hún sé þá allavega sett fram í aðalskipulagi frekar en að hafa hann ekki þar. Þá er næst dagskrárliður 22, það eru mál til umsagnar frá Alþingi. Það eru hér nokkur mál, það er tillaga til þingsályktun verndun og varðveislu skipa og báta. Það er frumvarp til laga breytingar á lögum kosningar til sveitarstjórnar með síðari breytingum. Það er tillaga til þingsályktunar hagkvæmnisathugun og uppbyggingu Skógarstrandarvegar. Það er frumvarp til laga breytingu á lögum hollustuhætti og mengunarvarnir. Það er frumvarp til laga stjórnartíðindi og lögbirtingablaðið og aukatekjur ríkissjóðs. Það er frumvarp til laga greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins. Og frumvarp til laga brottfall laga Kristinsjóð og fleira nr. 35/1970 með síðari breytingum. Einhverju sem vilja ræða eitthvað á þessum málum? Kristján? Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar, það er þarna eitt mál sem hefur verið áður og Dalabyggð hefur áður skilað inn umsögnum. Það er tillaga til þingsályktunar hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar. Og mér langaði að óska eftir því við sveitarstjórn að sveitarstjórn myndi fela mér að skila inn umsögn þetta mál líka núna.
Takk fyrir þetta, Kristján. Fleiri sem vilja taka til máls? Það er allavega hér tillaga að við felum sveitarstjóra að senda inn umsögn tillögum hagkvæmnisathugun á uppbyggingu Skógarstrandarvegar, þessum eru samþykkið því gefummerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst dagskrárliður 23, það er aðalfundur samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi 2021. Það liggur hér fyrir aðalfundarboð, en aðalfundurinn er fyrirhugaður 24. mars næstkomandi. Og þetta er þarna í raun og veru stór fundardagur því að þarna fara fram á sama degi aðalfundur samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Þá er aðalfundur Sorpurðunar Vesturlands, aðalfundur Heilbrigðisnefndar Vesturlands og starfsendurhæfingar Vesturlands, og svo minnir mér að sé einhver eitt apparat enn sem 5 aðalfundur sem eru allir sama daginn. Þá næst dagskrárliður 24, það er tilkynning til sveitarfélaga, áhrifin nýrrar jafnréttislöggjafar á sveitarfélög. Það liggur hér fyrir bréf frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Jafnréttisstofu. Einhverju sem vilja ræða það? Það kveður fyrir engin hljóðs. Þá er næst dagskrárliður 25, það er staða og framtíð úrgangsmála á Vesturlandi. Það liggur hér fyrir í fundargegnum loka inntak skýrslu aðgerðaráætlun í úrgangsmálum fyrir Vesturland. Einhver sem vilja ræða það? Biður enginn orðið. Þá er næst dagskrárliður 26. Það er tillaga viðauka við landsskipulagsstefnu 2015-2026. En það liggur hér fyrir svar vegna umsagnar Dalabyggðar, og svo er hér tillaga að viðauka eins og hún var lögð fyrir umhverfisráðherra að mig minnir í síðustu viku. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Biður enginn orðið. Þá næst dagskrárliður 27, það er kvörtun til kærunefndar vöru- og þjónustukaupa. Það hefur verið lögð fram kvörtun vegna hækkunar á gjaldi fyrir geymslupláss á fjósum. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Biður enginn orðið. Þá er dagskrárliður 28, það er viðbrögð Dalabyggðar vegna heimsfaraldurs af völdum COVID-19. Það liggur hér fyrir minnisblað. Einhverju sem vilja ræða það? Biður enginn orðið. Þá er næst dagskrárliður 29, það er aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga. Það er fundarboð á aðalfund sem er haldinn 27. mars næstkomandi. En það er raun og veru öllum sveitarstjórnarmönnum er búið að sitja þennan fund. Bara vekja athygli sveitarstjórnarmanna á því. Einhverju sem vilja ræða þetta mál? Það biður enginn orðið. Þá er næst dagskrárliður 30, það er skýrsla frá sveitarstjóra. Það liggur hér fyrir minnisblaðum helstu störf og dagbók sveitarstjóra frá síðasta sveitarstjórnarfund. Þá er dagskrá fundarins tæmd, og áður en við stöðum upptöku þá er næsti reglulegi fundur sveitarstjórnar, hann verður 3. fimmtudag í apríl vegna páskaleyfis eða páskafrís, og þá verður næsti fundur sveitarstjórnar fimmtudaginn 15. apríl næstkomandi. En við stöðum þá í raun og upptöku frá fundunum og yfirförum hér fundargerð.